Góðu gestir, ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessa fyrirlestrar í nýrri fyrirlestrarröð Háskóla Íslands sem ber yfirskriftina Háskólinn og samfélagið. Markmiðið við fyrirlestrarröðin að fjalla á næstu misserum viðfangsefni sem áberandi í samfélagsumræðunni og þannig framfylgja einu lykilstefi í HÍ 21 stefnu Háskóla Íslands 2016-2021 en einkunnarorð hennar öflugur háskóli, farsælt samfélag. Heiti fyrstu lotu fundarraðarinnar best fyrir börnin og verður kastljósinu beint að velferð barna og ungmenna. Áformað að halda 6 fyrirlestra á þessu vormessiri og einum reyndar þegar lokið og verður í fyrirlestrunum fjallað ótal þætti sem varða börn og ungmenni, svo sem andlega líðan, hreyfingu, svefn, hugmyndir útlit, læsi, mataræði og félagsleg samskipti. Markmiðið með fyrirlestrunum að dýpka skilning okkar á mikilvægum samfélagslegum málefnum og að leita lausna til að styðja fjölskyldur og samfélag í að tryggja velferð barna og ungmenna. Á fyrirlestrunum stefnt saman rannsakendum úr Háskóla Íslands og fagfólki víða úr samfélaginu sem allt á það sameiginlegt að vinna með börnum og ungmennum. Fyrirlesarar okkar í dag eru 2, það Hrund Þórarins Ingudóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir. Hrund lektor við uppeldis- og menntunarfræðideild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Sigrún prófessor við sömu deild. Nefnist erindi þeirra ræðum í stað þess að rífast, eins og hér upp á skjá, mikilvægi samskipta fyrir þroska barna og ungmenna. Munu þær beina sjónum að foreldrahlutverkinu og uppeldisháttum foreldra, en margar rannsóknir þar á meðal Íslandi benda til þess að svokallaðir leiðandi uppeldishættir séu heillavænlegir til að efla þroska og velferð barna og ungmenna. Rætt verður samskipti foreldra og barna, mikilvægi samveru og samræðina við uppeldissýn foreldra og gefin góð ráð þar að lútandi. Gert ráð fyrir virkri þátttöku gesta á fundinum en upptaka af honum verður aðgengileg á vef Háskóla Íslands að honum loknum. Nú aftur að fyrirlesurum dagsins. Sigrún Aðalbjarnardóttir prófessor hefur árabil stundað fjölbreyttar rannsóknir á áhættu hegðun og námsgengi ungs fólks í ljósi ýmissa uppeldislegra, sálfræðilegra, félagslegra og menningarlegra þátta. Einnig hún sérfræðingur á sviði þroskasálfræði með áherslu á félagsþroska, samskiptahæfni og siðferðiskennd, borgaravitund í lýðræðissamfélagi, uppeldis- og menntunarsýn kennara og skólastjórnenda og skólaþróun. Sigrún frumkvöðull á þessum sviðum innanlands og mikilsvirtur fræðimaður í hinu alþjóðlega vísindasamfélagi. Hrund Þórarins Ingudóttir, lektor, umsjónarmaður námsleiðarinnar foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, en námsleiðin var á síðasta ári tilnefnd til virtra verðlauna á sviði kennslufræða í Bandaríkjunum. Góðu gestir, ég vil geta þess að kaffiveitingar hér inni og frammi og ég hvet ykkur eindregið til að fá ykkur eftir því sem þið getið hér. Það allt í lagi að standa upp, en ég ætla ekki að hafa þessi inngangsorð fleiri og gef þeim Hrund og Sigrún orðið. Kærar þakkir. Kærar þakkir, Jón Atli, fyrir orðið. Komið allt blessu og sæl og velkomin og mikið gaman að sjá ykkur. Ég vona þið takið virkan þátt hérna með okkur. Ég heiti Sigrún Aðalbjarnardóttir og ég heiti Hrund Þórarins Ingudóttir og við ætlum að vera hérna með ykkur og ég ætla að byrja og vera á mjög svo persónulegu nótum fyrst. Ég langar til að segja ykkur litla sögu sem að ég af samskiptum mæðra og svona þeirra og ég heyrði þessa sögu, ég var innan með 20 þegar ég heyrði þessa sögu. Hún svona. Þessar mæður þarna með strákarnir sína í strætisvagnir og þeir ólátast í vagninu og önnur móðurinn segir: "Komdu, sestu." Og hann heldur áfram að ólátast
og hún segir aftur, komdu og sestu í sætið. En hann heldur áfram að ólátast og hún gaf engar frekari skýringar. Hin móðirin sagði líka við sinn strák, komdu og sestu, þú getur dottið og meitt þig. Og svo sagði hann heldur áfram að ólátast og þá segir hún, komdu og sestu, þú getur truflað aðra í vagninn. Og hver nú munurinn á þessum mæðrum? Þetta var nefnilega megin munur. Önnur að hún notar svona valdboð, hún skipar stráknum sínum, hinn reynir að fá drenginn sinn til að hugsa afleiðingar gjörða, hún útskýrir sem sagt, hún leyfir. Og ég var þarna 18 ára gömul og hugsaði, ég ætla sko að vera mamman eins og þessi síðari mamma. Ég ætla sko að passa ykkur að börnin mín fái skýringar á því sem þau eru að gera. Og 2 árum síðar, ég var ungmóðir, þá eignaðist ég dreng og ég var varla fyrr komin heim af fæðingardeildinni en ég byrjaði að útskýra allt fyrir honum. Í alvöru. Og þegar hann byrjaði að tala, hann var dálítið krúttleg. Og þið vitið náttúrulega þegar þau byrjaði að tala, það er ekki mjög mikil rökhugsun á þeim, en hann sagði eitthvað svona, kom svo alltaf inn á milli og hérna, ég framáttum það dálítið, hann bara herrnæst í mönnum við raun og veru, en auðvitað var hann ekkert að raukstíða málsi, en ég held hann haft slæmt af þessu, bara gott af þessu og hann hefur notað þessar aðferðir á sín. Það sem sagt, mér finnst þessi litla saga, hún hefur fylgt mér alla tíð í mínum rannsóknum, í mínum samskiptum við fólk, við börn og ungmenni sem ég unni með. Það þarf kannski ekki að þið getur kannski bara að fara heim núna. en við ætlum nú að segja miklu meira við Hrund. En mér finnst hún svo skýr, hún svo leiðbeinandi. Þetta þessi boðskapur að skýra út í stað þess að skamma. Að ræða í stað þess að rífa. Að örva hugsun, fá barnið til að hugsa í stað þess að drottna nota valdboðið. Þetta sem sagt þemað okkar Hrundar hér í dag. Og viðfangsefnið að við ætlum að fara á nokkrum orðum fyrst mikilvægi samskipta foreldra og barna, bara til þess að reifa svona umfangi hvers vegna eru þessi samskipti svona mikilvæg. Og svo íðan ætlum við að ræða uppeldishætti foreldra, nokkra niðurstöður rannsóknar og leggjum áherslu á mikilvægi samræðna og meðal annars glímunu við ágreiningsmálin og enda á sýn feðra á uppeldi. Við skiptum með okkur verkum og inn á milli erum við með stuttar, léttar spurningar til umhugsunar sem við biðjum ykkur að taka þátt í. Þetta ekkert til að fá hnút í magan yfir. Og þá það fyrsti punkturinn sem ég ætla að taka, að það þetta með hvað mikilvægt að huga að samskiptum foreldra og barna. Þetta breyttir tíma frá því sem áður var. En það ekki bara það að þetta hefðu kannski forfeður okkur líka haft gott að því að spá í þessa hluti, ég ekki að segja það. En það svo margt í nútíma samfélagi sem kallar á að við þurfum að huga vel að þessum hlutum. Bara ef við lítum á heimilin, þá eru náttúrulega færri kynslóðir á heimilinu. Það minna að afar og ömmur séu á heimilinu sem hafa séð dálítið mikið líka uppeldi. Atvinnuþátttaka beggja foreldra á Íslandi mjög há. Hún 80% og hún bara einna hæst í Evrópu. Það ekkert öðruvísi. Og við eigum líka að jafnaði flest börnin. Fyrir nokkrum árum vorum við í öðru sæti, við erum komin í 4. sæti núna. En við eigum mörg börn, við vinnum mikið. Nú svo eru aðrir þættir sem koma inn í eins og skilnaði foreldra, það eru margar samsetta fjölskyldur, einstæði foreldrar, stjúpforeldrar. Þannig að þetta náttúrulega kallar á samráð og samvinnu fólks uppeldi. Svoleiðis að við teljum
virkilega ástæðu til þess og fögnuði að fá ykkur hingað öll til þess að spá í þetta með okkur. Mér finnst þessi mynd alveg frábær, að Jón Örn setti þessa myndir. Sjáu þið hvað margt kallar á okkur. Ég fór eiginlega bara að hlæja þegar ég sá þetta og svo hugsaði ég, þetta nú kannski bara sorglegt. Þetta kannski ekki mjög hlægilegt. Og fyrsta sem ég hugsaði, það væri gaman að vita hvað þið hugsaði, en ég hugsaði, þetta kallar nú á forgangsröðun. Hvað viljum við setja í forgang? Fannst mér. Og þetta sem sagt það sem við ætlum að tala svo lítið mikið í dag við Hrund og spá í hvað vitum við sem við getum lært það. Og við vonum að þið fáið eitthvað veganesti hérðan frá okkur. Og nú tekur Hrund við. Já, ég ætla að fjalla nánar uppeldishætti, en það eru ýmsir sem hafa skoðað uppeldishætti foreldra og hvað þekktasta flokkunin, hún byggð á rannsóknum Díönu Baumrind. Og Díana hún skiptir uppeldisháttum foreldra í 4 flokka og ég ætla að fara yfir þessa flokka með ykkur hérna. Semst fyrsti flokkurinn eru leiðandi foreldrar og nú ég eiginlega að tala svolítið saman, nú ég eiginlega að útskýra söguna hennar Sigrúnar ennþá dýpra, söguna í strætó, nú ég að fara ennþá dýpra í hana. En leiðandi foreldrar, það eru nokkur einkenni sem þeir hafa sem leiðandi foreldrar og í fyrsta lagi að þá krefjast þeir þroskaðrar hegðunar af barninu sínu. Já, til dæmis þeir leyfa ekki 6 ára barni að nota snuð þó að það sé rosalega krúttlegt. Þeir fá barni til þess að taka þátt til dæmis í heimilistörfum, setja í uppþvottavélina eða setja í þvottavélina eða eitthvað svoleiðis, allt eftir aldri og þroska barnsins. Leiðandi foreldrar, þeir taka líka vel á móti hugmyndum barna sinna. Já, góð hugmynd hjá þér. Þetta athyglisvert. Þó manni kannski finnist það ekki alltaf brjálæðislega góð hugmynd, að þá að taka vel í hugmyndina. Að taka vel á móti hugmyndum barnsins, það skiptir gríðarlega miklu máli. Leiðandi foreldrar, þeir setja börnunum skýr mörk hvað má og hvað má ekki. Til dæmis myndir ef þær eru bannaðar börnum og þá ekki leyfilegt að horfa á þær. Og þessir foreldrar, þeir nota útskýringar. Þau útskýra fyrir barninu af hverju þetta eða hitt bannað. Jú, þú mátt ekki horfa á myndina vegna þess að það eru atriði í myndinni sem ekki eru við hæfi barna. Þið geti dreymt illa, þið geti liðið illa af þessu, þú geti fengið martraðir. Þau útskýra nákvæmlega fyrir barninu af hverju þessar reglur eru viðhafðar. En á sama tíma, og þau setja þessi skýru mörk, að þá hvetja þau börnin til að útskýra sín sjónarmið. Ja, til dæmis, ef barnið á fullan skáp af gallabuxum en vill alltaf vera í íþróttabuxunum, að þá það útskýra byrjun af hverju viltu aldrei vera í gallabuxunum. Og þá getur komið skýringin til dæmis, já, þegar við eigum fótboltavöllin í frímínútum, það svo erfitt að vera í fótbolta og ef maður í gallabuxum, þannig að ég bara mikið betri í fótbolta þegar ég í íþróttabuxum. Og þá þetta að semja það að vera þá daga sem barnið eða bekkurinn á völlin að vera þá í íþróttabuxum en nota gallabuxunar eða aðrar buxur sem til á öðrum tímum. Leiðandi foreldrar, þeir eru ekki uppáþrengjandi. En síðast en ekki síst að þá sýna þau börnunum mikla hlýju og uppörvun. Þau eru ósparir á hrós, knús og kossa og sýna því áhuga sem barnið eða úlingurinn að gera. Til dæmis með því að mæta á fótbolta eða ballettsýningar eða spyrja bara út í það sem barnið að gera. Annar flokkurinn eru eftirlátir foreldrar og þeir taka einnig alveg eins og leiðandi foreldrar, þeir taka vel í hugmyndir barna sinna. Þeir sýna þeim ást og hlýju
ást og umhyggju en aftur á móti setja þeir börnunum sínum ekki skýr mörk. Já, til dæmis, barni geti fengið að ráða því sjálf hvenær það fær að sofa á kvöldin. Þeir eru undanlátssamir. Til dæmis, ef barni suðar, þá fær það nammipokann. Og þeir forðast beina árekstra. Þau láta eftir til þess að halda heimilisfriðin. Þriðji flokkurinn eru skipandi foreldrar. Og skipandi foreldrar stjórna börnum með boðum og bönnum. Vertu stiltur, hættu, tampustaðu þig og þeir refsa fyrir misgjörðir. Til dæmis ef barnið hefur ekki komið heim á réttum tíma þá þú færð ekkert að fara í tölvuna á morgun. Reglur eru mjög skýrar, börnin vita alveg til hvers er ætlast og hvaða mörk eru. Og þessir foreldrar, þeir vænta þess að skipunum þeirra sé hlýtt án útskýringa og þeir nota því sjaldan röksemdir. Þú bara hlýðir að því að segja það. Og þeir sýna börnum sínum litla hlýju og uppörvun. Fjórði flokkurinn eru afskiptalausir foreldrar. Afskiptalausir foreldrar, þeir ala börn sín upp í stjórnleysi. Þeir setja ekki mörk og gera ekki kröfur og veita lítinn stuðning. Og það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að sumir foreldrar reynast afskiptalausir. Og við erum öll mannleg og stundum verða okkur á mistök eða við hreinlega missum tökin á lífinu eða verkefnum okkar. Og það að ef maður sér afskiptalaus, það getur verið tengt sjúkdómum, bæði líkamlegum og andlegum, en það getur líka verið tengt sorg eða áföllum eða óreglu. Það er í rauninni enginn sem velur að vera afskiptalaus. Þetta eru þessir flokkar, þessir fjórir flokkar og nú ætla ég aðeins að leyfa ykkur að spreita ykkur á að töga hvort þið séu búin að skilja munin á þessu og létta þetta svolítið upp með að lesa hérna kafla úr Fíusól, bókinum Fíusól. Og á meðan ég les þá ætla ég að biðja ykkur að velta, ég ætla að lesa smá sögubrot og biðja ykkur að velta því fyrir ykkur á meðan ég les hver eru einkenni samskipta foreldra Fíusólar sem koma fram í þessum bút á bókinni. Og á eftir þá langar mig að biðja ykkur að ræða saman hvort þið getið áttað ykkur á því hvaða uppeldishætti móðurinn notar og síðan hvaða uppeldishætti faðirinn notar. Þannig að nú ætla ég að lesa fyrir ykkur smá bút úr Fíusól. Og þetta er stytt útgáfa af kafla 2 Fíasól og fötin. Og bókinni Fíasól í fínum málum. Þetta er hræðileg peysa, ljótar pokabuxur og allt of þykki sokkar. Ég fer aldrei í blá og grá föt og alls ekki pokaföt. Ég fer ekki í þessi föt, hrópaði Fíasól. Hún var nývöknuð og starði reiðilega á fötin sem mamma var búin að leggja á stólbakið. Mamma og pabbi litu þreytulega hvort á annað. Í Guðs bænum leyfðu henni að ákveða sjálfri í hvað hún fer, sagði pabbi. Annars verður hún svo ofboðslega reið. En það bara gengur ekki, andvarpaði mamma. Fíasól arkaði á nærbrókinni fram hjá mömmu og pappa og inn í þvottahús. Hún var öskureið. Þið ráðið ekki yfir mér, urraði hún leið og hún strunsaði fram hjá þeim. Æ, dæsti pabbi, nú verður allt vitlaust. Fíasól rótaði í órin á þvottinum. Hvar er þetta, tautaði hún, þetta hlýtur að vera hér. Aha, sagði hún sigri hrósandi og dró fagur bleikar en drullu skítugar buxur upp úr þvottakörfunni. Ég viss að þar væru hér. Hún smeygði sér í skítugu buxurnar og ljómaði eins og sólin þegar hún kom auga á skærbleikan ból með glimmer á. En hann var líka útataður í súkkulaði og smurningu frá því deginum áður. Þarna ertu fíni bólur, sagði hún sigri hrósandi og klæddi sig í bólin. Svona vil ég vera, sagði hún ánægð, settist við eldhúsborðið og fékk sér morgunkorn. Ekki ætla ég að skipta mér að þessu, sagði pabbi og hristi höfuðið. Fíasól, sagði mamma og dró djúpt andan. Í fyrsta lagi getur þú ekki farið í svona skítugum fötugum í skólan því að þá halda allir að það sé ekki hugsað vel þig heima hjá þér. Í öðru lagi
Getur þú ekki verið í svona þunnum buxum í dag því það er svo kalt úti? Og í 3. lagi er þessi bólur allt of lítill á þig og í 4. lagi er 7 ára krakki orðinn of gamall til að láta svona. Mamma, það er í þínu lagi og það er í mínu lagi og þá er allt í lagi og ég er ekki gömul. Þú ert sjálf gömul, sagði Fía Sól og horfði ergilega á mömmu sína. Úr skítugu fötunum, sagði mamma ákveðin. Nepp, mótmælti Fía Sól og hækkaði róminn. Jú, víst, sagði mamma og hækkaði sig á móti. Þú átt fullan skáp af fötum sem þú notar aldrei af því að þau eru ekki bleik. Fía Sól, þú sérð þetta gengur ekki. Æ, andvarpaði pabbi, nú verður allt vitlust. Ég ætla að drífa mig í vinnuna. Ég fer ekki í önnur föt, æpti Fía Sól á mömmu sína. Þú ferð ekki í svona skítugum fötum í skólan. Þú verður bara heima á náttfötunum ef þú hlýðir ekki, sagði mamma ergilega. Þú veist að ég er alltaf mamma, bara í bleikum fötum. Taktu bara hinn fötin og hentu þeim núna strax, grenjaði Fía Sól. Svo hljóp hún inn til sín og skellti hurðinu svo fast á sig eftir sér að það glumdi í húsinu. Hvað á ég að gera? Tautaði mamma. Hún fór að hurðinni hjá Fíu Sól og bankaði. Vertu þá í skítugu bleiku fötunum, kallaði mamma. Þú verður bara að gera það því að þú ert að verða sein í skólan. Fía Sól opnaði dyrnar. Hún var grátbólgin í framan en brosti sigri hrósandi út undir eyru. Og nú langar mig til að fá ykkur til þess að ræða þetta aðeins saman, til þess bara á hverju borði fyrir sig. Hvaða uppeldishætti er móðirinn að nota? Hvaða uppeldishætti er faðirinn að nota? Ef við skoðum þessa uppeldishætti sem við vorum að skoða hérna áðan. Já, við sjáum ekki glærurnar hérna, sko. En það er allt í lagi, ég get líka verið það. Við þarf að fletta. Það er svo skemmtilegt. Það er ekki það nýtt svona. Ég var svo kátt þegar ég sá það að Baldvin Einarsson, sem gaf tímarit við Ármann og Alþingi árið 1829, hann var einmitt að fjalla þessu uppeldishætti. Það var aðra leigandi, skipandi og afskiptalösi. Það náttúrulega svolítið meiri harneski í söllu saman á þeim árum, en hann fannst uppeldið skipta svo miklu að hann helgaði fyrsta tímariti sem hann gaf út á þessu blaði, hann helgaði það uppeldið. Og ef þið hafið áhuga á að lesa þessar sögur sem hann og myndir sem hann brá upp af frenskum að dreng sem bjó fyrst með leiðandi húsbændum, síðan skipandi húsbændum og svo afskiptalausum húsbændum og komið hérna til mig eftir erindin. Ég skal sýna ykkur hvar þetta er. Ég hef ekki tíma í að lesa það núna. En mér langar og okkur langar til að deila með ykkur örfáum niðurstöðum úr langtímarannsókninni minni sem ég standa og kalla samskipti, áhættu, hegðun og styrkleika ungs fólks. Og þar ég var svo kátt þegar ég fór á stað með þessa langtímarannsókn fyrir ansi mörgum árum, að ég fann mælingu á uppeldisháttum sem byggja á kenningum vann. Af því það, hún tók bara viðtöl alltaf fyrst og voru enga mælingar til. En þá voru nýbúið að þróa mælingar sem að ég fékk leyfi til að nota í þessa rannsókn. Og ég fylgdi þessu unga fólki eftir frá 14 til 22 ára aldurs með spurningalistum alveg heilum árgangi í Reykjavík og viðtölum við hlutaðir alveg til 33 ára aldurs. Og ég ætla sem sagt, eins og ég sagði, nefna hérna nokkrar niðurstöður í tengslum við líðan ungmennanna, samskiptahæfni, vímuefnaneyslu og námsgengi. Og þetta er samstarfsfólki mitt sem hefur unnið að mismunandi þáttum þarna sem að ég er að greina frá Kristín Lilja Garðarsdóttir, Leifur Geir Hafsteinsson og Kristjana Stella Blöndal. Og ég ætla að byrja hérna, ég ætla að reyna að gera þetta eins einfalt og ég mögulega ger. Og bið ykkur ekki að vera að horfa á tölurnar, bara súlurnar núna.
Og það fyrsta sem ég byrður að hugsa að ég mæli uppbyggisaðferðirnar við 14 ára aldur ungmennana og mælingin þannig að þau ungmennin, þau svara ýmsum spurningum hvernig þau upplifa foreldra sína. Þau eru fjölmargar spurningar. Og það sem sagt hvernig þau skynja uppbyggisaðferðir foreldra sína og við 14 ára aldur þarna fyrst. Svo ég með mæling á líðan. Það eru vísu betur hvað er minnst og sterkt að tala einhver betur, bara vanlíðan eða líðan. Og ég ætla að biðja ykkur að beina athyglinni að bláu súlunum. Líkir það. Við sjáum að það eru lægstu súlurnar. Þeim líður best. Sjáum þið það ekki? Það eru ungmennin sem skynjuðu mikla viðurkenningu foreldra og mikinn stuðning þeirra. Að þau viðurkenndu eins og væru, leita eftir hugmyndum þeirra, stillu þá og fengu svona ákveðið sjálfstæði. Og líka það að í stuðninguna þau kvettu sig og verðu mörgum stundum með þessi, svo ég gefur örfá dæmi, þetta eru mörg dæmis. Og þarna sjáum við að þessi ungmenni við 14 ára aldur sem skynja foreldra sína þannig, þeim líður best. Þeim líður líka best 8 árum seinna, sem er alveg ótrúlegt að það spáðið fram í tíma. Og svona gaman að geta þetta ekki bara á einum tímapunkti, þetta skiptir máli fram í tíma. Þeim líður verst ungmennunum sem skynja lítinn stuðning, það kemur okkur ekkert óvart, og það sem við kallum sálræna stjórnun, það er ekki verið að stjórna hegðun, hún tengist ekki líðan, þetta er sálræna stjórnun, það er svona, þegar þeim finnst foreldrarnir gera lítið með sína hugmyndir og svona álasta sig og jafnvel koma svona að sektarkennd á því. En ég vil alveg sterkt taka fram, því með ekki fara með þá hugmynd að þarna skiptir bara uppbyggisaðferðir máli. Það er svona líðan ungmenni. Ungmenni geta búið við allra bestu skilyrðum eins og ég vissum að þið þekki, en það er eitthvað sem veldur vanlíðan en eitthvað annað. Það getur verið bara erfðafræðilegt, það getur verið eitthvað sem gerist utan heimilis, eins og við höfum svo vitnað í raun og veru í samfélaginu núna sterklega. Þannig að það getur verið ýmislegt annað sem kemur til greina. En allavega eru þessir uppbyggishættir svona verndandi þáttur. Við getum orðað að þannig. Ég var nú svolítið feimin við að koma með þessa glæru af því ég svo hrættum að fólk túlki þetta sem að uppbyggishættir skipti þá öllu máli eða fara að skamma foreldra fyrir að nota einhver aðra uppbyggishættir. Þið skiljið hvað ég á við, því að málið er miklu flóknara. Og bara langaði líka til að sýna ykkur þessa glæru, þegar við erum að tala svo mikið eftirláta og leiðandi foreldra. Þetta er sem sagt, hér leiðandi lengst til hægri. Er ekki einhver rauður döfill hérna? Jú, hérna. Hér eftirlátir, hér skipandi og hér afskiptalausir. Og uppbyggishættirnir eru mældir við 14 ára aldur, ég nefni það aftur, og nú lítum við fram í tíma. 3 árum seinna. Hverjir drekka illa. Við köllum það í þessum fræðum að 5 plus að fleiri í hver skipti, það köllum við að drekka illa. Þá sjáum við með leiðandi foreldra að þeir koma svona út í samanburði eftirláta. Þegar þau voru 14 ára, þá stóðu ungmenni eftirláta vel að við í sambandi við áfengisneysluna. Ungmenni skipandi foreldra voru færri væri máli. En þegar fram í sæti, þá er það þessi undanáttsemi foreldruna setja ekki skýrmörk með skýringu að þá þegar hún að koma svolítið fram. Og það sjáum við líka á næstu glæru. Þá er það sem sagt, þá sjáum við alveg sama mynstur í sambandi við hassneyslu. Að þá er eins og
þið sjáu leiðandi hérna eru ennþá lægstir og síðan eru unglingar eftirlátra foreldra hér. Það er sem sagt hlutfall þeirra sem hafa prófað hass 3 árum eftir að ég mæli uppbyggisættina. Þannig ég var einmitt að lesa í nýlegri grein að eftirláti foreldrar misskilja hlýjuna. Sko, þeir eru hlýir og leita eftir hugmyndum og líklindi þroska, en misskilja hlýjuna þannig að það er alltaf að gefa eftir. Að þeir þurfi ekki að setja mörk. Mér fannst það báði góð skýr. Þegar ég var hratt yfir, allt í lagi. Svo langaði mig líka til að sýna ykkur þessa klæru, vegna þess, þetta er sem sagt hlutfallegir sem við prófa hörð fíkniefni 8 árum eftir að ég mæli uppbyggisættina. Og þá sjáum við sama mynstrið að ungmennin sem fannst foreldrar síni mest leiðandi, þeir voru 14 ára, þeir eru ólíklegri, við tölum alltaf líkur, þeir eru ólíklegri til þess að hafa prófað hörð fíkniefni 8 árum seinna. En kannski að segja ykkur frá því að þú eru það kannski loksins núna að ég er búin að vinna í mörg ára bók þessar langtímarannsóknir, mjög mikið gögn og ég er svona vonast til komið út á þessu ári. Og svo í sambandi við námsárangur, hvernig kom það út? Eins og þið sjáið, 14 ára unglingar, leiðandi foreldra, sína besta námsárangur bæði í íslensku og stærðfræði og samræmdu prófum árið seinna þegar eru orðin 15 ára og þau eru líklegri til þess að hafa lokið framhaldsskólaprófi við 22 ára. Þannig að það eru svona sterkar vísbendingar að leiðandi uppeldisþættir séu heillavænlegir að mjög mörgu leyti. Og ég ætti kannski að bæta því hérna við að ég var að lesa nýja grein núna netnotkun og þar kom í ljós að og þau færu inn á hættulega síður að þá munurinn á eftirlátum og leiðandi foreldrum þar að leiðandi foreldrar setja bara mörk, þeir bara banna ákveðna síður, auðvitað með sínum skýringu. En ef þeir eru vafa, þá ræða þeir það við börnin, það kom fram. Aftur á mótinu eftirláta, jú, þau vissu að hætta mat fyrir hendi, en gerðu ekkert í því. Þannig að unglingar eftirlátra foreldra í þessari rannsókn, erlendu rannsókn, þeir tóku til dæmis áhættu að hitta einhvern sem þeir kynntust á netið. Það þykir nú eitthvað mjög snjallt í Bandaríkjunum. Það segir ykkur eitthvað svona innan sigar. Þannig að þetta virðist vera svo, við sjáum þessi áhrif þessara uppeldisháttar svo víða. Og ég er líka nýbúin að lesa að börn skilnaðarforeldrar, ef þau búa við leiðandi uppeldishætti þá virðast þeir aðlagast betur nýjum aðstæðum. Það var mjög sláandi líka. En auðvitað setjum við alltaf spurningamerki við allar rannsóknir, við gerum það, en þetta er náttúrulega samt svo sterkt eitthvað og kemur mjög svipað fram út allan heim. Já, nú kem ég að öðru en tengdu, af því að við erum að tala leiðandi uppeldishætti, að við leggjum áherslu á samræðurnar þar og þetta viðfangsefni samræðan hefur verið mér hugstað alla tíð og ég hef alltaf haft svona dálítið áhyggjur af samræðunni, að hún sé ekki næg í samskiptum við börn og ungmenni. Því að það gerist svo margt í samræðunni. Við erum hérna saman, við horfumst í augu og það gerist svo margt í þessu augnsambandi ef samskiptin eru vinsamlega náttúrulega. Það er hlýjan, við upplifum hlýju, við upplifum traust, við upplifum öryggi í þessum augliti til augliti samskipti. Og það er einnig fræðimaður í Boston einmitt núna sem hefur verið að athuga netnotkun og símanotkun, barna og ungmenni og foreldra og hún hefur núna í 30 ár og hún hefur verulegar áhyggjur af þessu að hún talar sérstaklega þetta að þeim finnst við sjá minni samkennd unga fólksins. Mér finnst það mjög alvarlegt.
En hún telur sig sjá það að því að nú fólk svo mikið í símanum og netinu og annað að það sé ekki nægilega mikið í augkontakti. Í samræðinu þá líka skapast nánd í þessu augnsambandi og umræðum og við ýtum undir sjálfstæði ungmennana. Við ýtum undir í samræðin þá erum við að ræða ýmisefni og þá að gera að nota tækifæri og fá börnin til að setja sig í spor annara og bæði með tilliti til að líðanar annara og líka bara skoða mál frá mismunandi hliðum og samræma sjónarmið og annað og efla rökhugsun þeirra. Þannig að samræðan hún skilar mjög miklu og ef það eitthvað sem langar til þess að þið farið með hérðan út, þá væri það að spá í það get ég rætt oftar og meira og dýpra við börnin mín og hvernig get ég farið aðeins. En það náttúrulega alltaf langhlaup. Maður bara stekkur ekkert á börnin sín og nú tala þú við mig. Það verður allir náttúrulega að vera tilbúnir. Við þurfum að fara svona varlega í þetta. Og mig langar til að prófa svona smá spurningaaðferð á einhverjum hér og var búin að hinta þeim að við þennan steinum hvort þú verið tilbúin að leika smá með mér. Ef ég leik foreldri og hún barn og þetta ég ætla að taka hérna sögu úr litlu hefti sem Árný Elíasdóttir tók saman í gamla daga og kallast Ræðum saman heima. Ég ætti kannski að segja ykkur að strax að ég hringdi í Menntamálastofnun og spurði hvort gæti ég bara ekki fengið nokkur eintök gefis. Og ég hérna með nokkur eintök. Þannig að ef einhver hefur áhuga í lok dagsins að fá eintaka af þessu, þá það velkomið að koma hérna til mig. Það mér aðeins opna og þeirinn byrja. Það mjög auðvelt fyrir mig að setja mig í hlutverk barnsins, þetta bara hendar mjög vel. Það verður gömul sirka. Ég var að hugsa 14 ára feimin. Já, fyrst var það, ok. Já, af því ég að díla við það sjálf, sko. Já. Heima hjá mér. Já, allt í fína, ég var að prófa. Þessi litla saga heitir Allir eiga. Hugsum okkur að besta vinkona Eyrúnar sé búin að fá nýja úlpu. Eyrún er í sömu úlpinu og í fyrra. Hún segir foreldrum sínum að sig langi almenns tösku og vinur hennar á. Þau taka dræmt í það. Þetta sögur sem foreldrar geta nota með börnunum sínum. Ég taka það fram. En nú erum við að prófa. Nú þetta barnið mitt, 14 ára. Já, hvað eru Eyrún og foreldrar hennar ósammála? Hvort hún má fá úlpu. Já. Af hverju það vandi? Af því að ég vil úlpu og þið vil ekki gefa mér úlpu. Hvað segirðu? Af því að ég vil úlpu, en ég fæ ekki úlpu. Af því að þú fær ekki úlpu. Já. Getur það verið út af einhverju öðru sem það vandi? Nei. Þetta er eitthvað í hug? Kannski er einhver reiður út af einhverju öðru. Já, af hverju verið það? Kannski af því að hún fær aldrei neitt sem hún biður um. Þú meina. En hvers vegna langar Eyrún í alveg úlpu og vinkonunnar? Af því að allir eiga þannig. Já. Af hverju er mikilvægt að eiga úlpu eins og allir aðrir? Annars líður manni illa. Út af hverju? Ef maður er öðruvís en allir hinir. Hvað er svona slæmt við það? Allir eiga að vera eins. Út af hverju eiga allir að vera eins? Ég veit það ekki. En málið er að ég þakka þér fyrir Steinu, við erum ekki búin að saman. Málið er að við erum að tilgangurinn heyrðu hvað ég reynda að pumpa. Ég er ekki bara með grunnspurningarna, hver er vandinn hvers vegna, af hverju er það vandi,
heldur ég að reyna að pumpa svolítið meira. Hvað, hvernig, hvers vegna? Þessar spurningar eru alltaf svo mikilvægar. Og nú höldum við áfram. Hvernig líður henni, hún út af þessu? Hún leið. Já, af hverju hún leið? Að því henni finnst mamman ekki skilja sig. Já. En hvernig ætli mömmu líði? Nú fer ég hraðar yfir eins og ég heyri. Hún líka leið. Já, af hverju mamman leið? Það leiðilegt að rífast. Já. Getur hún verið leið út af einhverju öðru? Kannski finnst hún dóttir sín vera ósanngjörn. Já. Svo við getum haldið aðeins áfram. En sjáðu þið, þarna erum við að reyna að skoða málin frá mismunandi sjónarhornum. Til þess að þau læra að setja sig í spor hvor annarra. Og við fórum nú aðeins út í sanngirninni, ætli ég fari ekki hraðar þá aðeins núna. Og fari í leiðirnar. Jæja, Steini, hvernig geta það leyst vandann? Hvað getur Eyrún gert til að leysa vandann? Kannski getur hún beðið. Já. Kannski getur hún fengið úlpu seinna. Aha. En mamma, hvað getur hún gert? Keypt úlpuna. Akkur væri það góð leið? Þá fengi dóttirinn það sem hún vill. Hvernig geta það leyst þetta saman? Farið með milliveg. Hvernig þá? Kaupa úlpu seinna þegar til peningur. Aha. Eða vantar úlpu. Og akkur það góð leið? Þá allir ánægðir. Jaha. Allavega engin reiður. Nei, ef ekki hægt að þarna. Við getum haldið áfram. Þakka þér fyrir, Steinunn. Já, þannig að svo þetta á glærunum, sem sagt, oft fáum við margar leiðir fram og veljum síðan hver besta leiðir og velja það og akkur það og síðan að spáðu hvort vandinn leystur. En ef við prófið þetta með börnunum ykkar, prófið bara 1-2 spurningar, lykilspurningar í fyrstu, vegna þess að við verðum passa okkur að þreyta þau ekki, því þá missum við og fáum þau ekki með okkur aftur. Það er svona ýmislegt, ef við farið út í þetta. Já, en það hérna, ég talaði líka áðan mikilvægi samræðnar, það var nefnilega líka, svona áhyggjur mínar líka komið fram vegna þess að ég sá í könnun sem Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna gerði árið 2007 að það var könnun innan ríkja Evrópu og þar kom fram að meðal 15 ára ungmenna að íslensku ungmenni sögðust ekki setjast oft niður með foreldrum sínum til að spjalla og lenti næst neðsta sæti. Þannig að við höfum svolítið fyrir okkur í því að það kannski við gerum ekki nóg í þessu. Og það bara þetta líka að börnin finna við hlustum á þau eins og Hrund var að kanna hérna áðan, að við virkilega veitum þeim athygli og láta þau finna til sig. Þau þurfa að finna til sig. Fyrir nú utan að þetta er ótrúlega skemmtilegt að finna þetta þannig. Ef maður gefur sig í það, þá var maður alltaf svoleiðis og óvart með svona skemmtilegu pælum. Hrund, hvernig staðan á okkur? Já, þú ekki að taka þetta? Jú, nú ætlum ég að fá ykkur til þess að pröfa þetta svipað. Og nú ætla ég að lesa fyrir ykkur aðra sögu. Ég var að taka hérna, já, bara upp á þessar. Já. Ég ætla að lesa fyrir ykkur aðra sögu og ég ætla að biðja ykkur síðan að 2 og 2 saman að annað ykkar leikur barnið og hitt leikur foreldrið og taka þetta fyrir eins og Sigrún og Steinunn gerði hérna áðan. Og sagan semst í þessu sama hefti sem við vorum með hérna áðan og þessi saga heitir Að treysta. Og sagan hljómar svona. Birna hafði sagt mömmu sinni að hún væri skotin í Gísla. Mamma og vinkona hennar sitja og spjalla.
Allt í einu heyrir Birna að mamma hvíslar. Birna var að segja mér að hún væri svo skotin í Gísla, strák í bekknum hennar. Svo hlæja þær báðar. Birna hleypur inn í herbyggi sitt. Mamma sér á eftir Birnu. Og nú ætlum ég að biðja ykkur 2 og 2 saman. Annað ykkar er foreldri og hittir barn. Og byrja á þessum spurningum vandan. Hver vandinn? Þetta kemur þarna eins og við sjáum í þessum sögum, þá grunnþráður í þeim að skoða mál frá mismunandi hliðum. Og þessi hæfni að setja sér spor annarra náttúrulega ein grunnhæfni í samskiptahæfni okkar. Hvernig við erum í samskiptum við aðra, við félaga annað. Þetta skiptir rosalega miklu máli í lífinu. Bara fyrir framtíð barnanna og ungmennanna líka. Við sjáum hvernig starfsvettvangur er í það. Mikið teymisvinna og annað. Við þurfum að vinna svo mikið saman. Ég á því að við gerum allt og lítið að því að efla þessa hæfni markvisst og þá var ég við skólakerfinu og allt saman. Og af því að þetta er hæfni sem mun skila þeim í framtíðin. Þið vitið það 65% starfa sem eru til í dag, þau verða ekki til eftir 30 ára eða eitthvað svo, þegar börnin okkar eru komin á legg. Hvernig getum við búið sem best undir það? Það er náttúrulega margt, en eitt af því örugglega samskiptahæfni. Og hér sjáum við í þessu úrsömu rannsókn að ég var að skoða sem sagt uppeldissættina og samskiptahæfnina. Við 14 ára aldur eru ennþá hérna bláir leiðandi. Þið sjáu hvað samskiptahæfni ungmennanna sem upplifa foreldra sína sem leiðandi sína bestu samskiptahæfnina. Og 3 árum seinna líka, á ekki mælingu við 22 ára aldur. Þetta var til að minna á þetta, svona eitt dæmið kosti leiðandi uppeldishátta. Nú fer nú svona, við erum búna með þetta. Já. Og þá tekur þú við. Já. Og þá ætlum ég að svona restina þá ætlum ég að segja ykkur aðeins frá rannsókn sem ég gerði sem ég tók viðtöl við 23 feður 14 og 16 ára barna og þetta voru feður á aldrinum 35 til 60 ára og það sem var svo athyglisvert, ég var að taka, rannsóknir var það að skoða uppeldi sín þeirra, markmið, gildi og leiðir, en eitt sem kom mjög sterkt fram var, þeir höfðu mikla þörf fyrir að segja mér frá hvernig feður þeirra sjálfra hefðu verið. Og eitt sem var mjög sterkt þema þegar þau töluðu feður sína, þessir feður, að það var það hvað það hafði verið lítill tími og söknuður. Það voru svona þemu út úr þessum viðtölum að feðurnir, þeir söknuðu og upplifðu lítinn tíma. Það var mjög skýrt að þeir hafðu upplifað með feðrum sínum lítinn tíma og að þeir hafðu tekið lítinn þátt í uppeldinu. Margir þeirra sögðu að feður þeirra hefðu unnið mikið eða verið mikið að heiman vegna vinnu og einn þeirra, hann Flóki, hann sagði: Pabbi var fyrirvinnan og hann vann í frystihúsinu myrkran á milli. Hann var mjög lítið heima og svona í þessari æskuminningu þá nánast mannmaður bara ekkert eftir honum. Þá var mjög algengt að unnið væri til 10 á kvöldin og þannig vann hann. Þetta er svolítið sorgleg mynd, en það er spurning hvort þetta eigi ennþá við þann dag í dag. Auðvitað eru það sumir sem þurfa að vinna myrkran á milli bara til að hafa brauð á borðið. En það kemur samt svo skýrt fram að börnunum, allavega þessum feðrum, fullorðnum feðrum, að þetta er eitthvað sem þeir virkilega sakna og fannst ofsalega erfitt
að vera að missa af feðrum sínum. Það var í rauninni söknuður sem var eins og rauður þráður í gegnum frásagnir þessara feðra af samskiptum við feður sína. Og í fyrsta lagi að þá sakna feðurnir að hafa ekki fengið sem drengir að kynnast feðrum sínum betur. Og einhverjir lýsa því þannig að þeir hafi ekki haft mikinn tíma með feðrum sínum í æsku og þar sem þeir eru látnir í dag og þá eru þeir búin að missa af tækifærinu, þeim fannst það erfitt. Og annar faðir til dæmis sem aldrei hafiði kynnst blóðföður sínum, maður rúmlega 30, hann sagðist finna ennþá fyrir söknuð, en ennþann dag í dag, og það var mjög dramatískar lýsingar hjá honum yfir því að hafa ekki fengið að kynnast blóðföður sínum. Annað, að það sem feðurna sakna að samband þeirra við feður sína það hafi ekki verið nánara. Þeir töluðu margir að feður þeirra hefðu skipt sér lítið af þeim. Það hefði verið ákveðin fjarlægð á milli þeirra. Og Illugi man til dæmis eftir því að faðir hans hafði aldrei sagt, man ekki eftir því að faðir hans hafði nokkuð tíma sagt hann elski hann. Össur lýsir fósturföður sínum svona: það var ekki þetta ástríka samband, hann er svona ákveðið kaldur, ákveðið fjarlægur og hefur alltaf verið, það er bara þessi típa. Söknuður feðranna birtist einnig í þeirra upplifun þeirra að það hefur verið lítið líkamlega nánd eða snertingu. Þeir sakna þess að hafa ekki fengið faðmulög frá feðrum sínum og að geta hallað sér upp af þeim og fundið hlýju. Einnig sakna feðurnir að þeir hafa ekki getað leita til feðra sinna með vandamál eða vangaveltur. Þeir hefðu viljað að þeim væri það eðlilegt að spjalla við þá og ræða málin. Jónas segir: þú settist ekki niður og beinti ræddir hlutina við hann. Það var meira svona hlutirnir voru ræddir við þig. Nokkri þeirra nefndu að þeir hefðu viljað að feður þeirra væru þeim félagar. En þó ég sé að draga þessa mynd að miklum söknuði og lítil tíma með feðrum sínum, að þá má það ekki gleymast að það voru nokkrir feður sem töluðu með mikilli gleði í röddinni yfir þessum stundum sem þeir áttu með feðrum sínum. Þetta skiptið á miklu máli. En þó þetta séu svolítið sorglegar sögur að feður í dag sem eru á aldrinum 35 til 60 ára sé að segja þessar sögur, að þá er mjög jákvætt að þessi sömu feður, að þeir vilja læra að reynslu feðra sinna. Þeir vilja verða föðurbetrungar. Þeir vilja gera betur feður þeirra gerðu. Og það er rauður þráður í frásögum þeirra. Þeir vilja taka meiri þátt í uppeldi barna sinna og þeir vilja eiga meiri samskipti við börn sín. Og það er þetta skipta því niður að þeir vilja eiga bæði tilfinningarlega nánari, þeir vilja vera tilfinningarlega nánari börnum sínum en þeirra feður voru þeim, og þeir vilja eiga meiri og dýpri samræður við börn sín en þeirra feður áttu við þá, og þeir vilja verja tíma með börnum sínum. En svo er það aftur á móti þegar maður skoðaði betur í gögnin að þá sé ég alveg að sumum feðrunum sumum gengur vel en öðrum gengur þetta ekki nógu vel. Að þeir eru ekki, að sé það í gögnunum, að þeir eru ekki að tala tilfinningar og það er ýmislegt sem er að trufla þá, tími og tímaskortur og fleira í að gera þetta. Þannig að það er ýmislegt sem það þarf að hjálpa okkur, ef þetta á við okkur öll. Hvaða leiðir er hægt að gera til þess að verða þeir feður eða þeir foreldrar sem við viljum vera. En það gleðilega er að þessir feður, þeir vilja vera föðurbetrungar, þeir vilja sinna börnunum sínum meira.
Þá komið að þér, Sigrún. Já, þá tekur þú hérna við. Já, við vitum náttúrulega að margir foreldrar og kannski flestir foreldrar sinna sínu uppeldishlutverki af kostgæfni og vilja sinna því vel, og við förum náttúrulega út úr þessum sal með það í huga. Við erum bara að tala við getum gert kannski aðeins betur. Hverjir eru styrkleikar okkar sem foreldri? Og við vorum að hugsa að þið kannski færuð með þessar spurningar svona út hérðan, svona sjálfskoðun. Það er svo gott að staldra við, líti eigin barm. Hvað gengur vel hjá mér sem foreldri við uppeldi? Bara finna styrkleikana, hugsa þá. Og er eitthvað sem ég vildi bæta mig? Vil ég bæta mig í einhverju og huga því og spáði hvernig ætla ég að bæta mig. Taka ekkert endilega voðalega stór skref, allt og stór og mikil markmið, en eitthvað lítið smá. Og mér dettur í hug til dæmis ef einhver velti fyrir sér samræðunum til dæmis, átta sig á hvað ég miklum tíma í samræðu, ekki bara farðu í skóna þína eða náðu í úlpuna þína, eða eitthvað svona spjall, einhverja samræðu, hvað mikið það? Það skapast náttúrulega mér að lesa fyrir börnin og í leikjum og spilum og svona, en það eitthvað sem ég vildi bæta mig? Það yrði náttúrulega einstaklingsbundið, þannig að við vorum að hugsa að hafa þessar spurningar og fólk velti þessu fyrir sig hér, en við höldum að það sé betra að bara varpa þeim hérna upp, svona eitthvað svona sem veganesti, og nýta frekar þessar mínútur sem við eigum eftir í fyrirspurnir. En það er sem sagt, hvað gengur vel hjá mér sem foreldri við uppeldið, í hverju vil ég bæta mig og hvernig ætla ég að gera það?